Ok, þá ætlum við að byrja að fara í JavaScript, en samt tvö housekeeping atriði hérna. Einhver ykkar er búin að lenda í vandræði með að pússa og fá hérna eitthvað HTTP 400 curl 22. Held þetta sé allt aðalega sem eru að nota Macca og eru að nota Git sem er uppsett á Macca. En ég ætla að senda þetta hérna, þetta er bara, það þarf að gera þetta hér til þess að það virki. Síðan inn á uglu hérna, til þess að komast í það sem ég nefndi áðan, bara til að sýna ykkur það, förum hérna í verkfæri og prófasafn og hér eru öll eldri lokapróf. Þau eru bara á PDF-formi, ég mun gera þess að þetta býtum nú við 19, 20 hvað eru prófin 21, 22 og 23? Það er góð spurning. Ég geri þetta ekki, þannig að ég veit það ekki, en hérna er allavega lokaprófið frá því 2020 og það er bara skjáskot, mjög lítið hérna, en þú veist þetta er bara úr Inspira. Ef við finnum síðan eitthvað hérna frá 2018 að þá er það í raun svona klassískt próf sem er prentað út og er svona og þetta er bara skannað, innskannað. En samt formin eru mjög lík, þannig að þið getið alveg farið í eldri próf, en þú veist, ég veit samt ekki af hverju það vantar. Ég ætla að senda spurningu á skrifstofuna, rosalega langur listi af einhverjum verkefnum hérna. Eldri próf vantar. Ok, og seinasta, ekki hérna, heldur hérna, að þegar að þið eru búin með hópverkefni og þið ætla að skila, þá ætla þið að velja ykkur einhvern hóp hérna og ganga í viðkomandi hóp. Ég veit ekki af hverju þessi pröfunótandi held ég að getur ekki skráð sig inn, en þið ættu að geta gert það. Og þið ættu öll sem eru í hópverkefninu, öll, að skrá ykkur þarna inn og fara og þú veist, vera í hópnum og sjá það. Og svo er eitthvað sem er útnefndur á handahófi hópstjóri, skila verkefninu fyrir hönd allra í hópnum. Ef þið gerir þetta ekki, þá munið þið ekki fá einhvern fyrir verkefnið. Þannig að þetta er alveg krúsjál skref fyrir ykkur til þess að fá einhvern fyrir verkefnið. Ef þið eruð ekki í hópnum sem skilaði og eruð ekki þau sem skiluðu, þá er ekki skil fyrir ykkur. Það er ekki nóg að þið hafi committað í repoið eða þið séu nefnd í readme-inu eða eitthvað. Ef þið eruð ekki hérna, þá fáið þið ekki einhvern. Þannig að, þú veist, bara farið í hópinn, ekkert mál. Ef þið ætlaði að vera 5 í hóp sem einhver er búin að biðja þá þarf ég að stækka viðkomandi hóp, þannig að það er allt í lagi. Ef þið eru að gera verkefnið ein, þá þurfum við líka að gera þetta. Af því þessu er úthlutað sem hópverkefni og þetta verður farið yfir sem hópa. Jafnvel þá hópurinn sé bara hópur af einum er samt ennþá hópur. Þannig að ég mun nefna þetta aftur á ánum skilum, en bara þú veist að ef þið gerir þetta ekki og svo fattast þetta þá er þetta alveg, þú veist, þetta er alveg vesen. Þegar við kemur þetta svo seint að þetta er bara svona, þetta er rosalegt vesen. Auðvitað ef þið unnið þetta og þú veist, og það var eitthvað mistök, þá leiðréttum við þau. En bara please, að þetta er svo mikið vesen að leiðrétta þetta, að gera þetta rétt, þannig að við séum bara, þú veist, örlítið. Ég heiti einu svona hálfum degi í að lagfæra svona, það var dagur sem ég fæ aldrei tilbaka. Ok, þá ætlum við að byrja að fara yfir JavaScript og ég ætlaði að gera það út frá einhverjum dæmum hérna og þá eins og við skoðum aðeins áðan, þá eru uppnefnir fyrirlestrar hérna ásamt dæmum. Og hérna ætla ég bara að skoða þessi dæmi, en ég ætla bara að taka þau hérðan, kopía þau og fara yfir í opna hérna. Ég ætla að hafa þennan, já, svona. Svona nú gera ég hérna. Ok, nú sjáum við hérna strings.js.
Þannig alveg svo við búum til skrá sem heitir eitthvað.css til þess að halda utan um CSS-ið okkar, þá getum við búið til skrá sem heitir .js til þess að halda utan um JavaScript-ið okkar. Og JavaScript-ið er þessi þriðji og seinasti partur í þessari þrend sem er bara það sem við þurfum til að stunda vefforritun. Við þurfum HTML, við þurfum CSS fyrir útlit og við þurfum JavaScript til þess að búið til interactivity, einhverja svona gagnvirkni í vefjunum okkar. Ég ýti á takkan og eitthvað gerist beint í vefforritun. En áður en við förum að skoða það sem er í næstu viku, þú veist að gera gagnvirka vefi, þá ætlum við, núna í seinustu viku var ég partur af námsefninu þetta þessar grunn gagnatýpur og í vikunni núna er það að búa til föll og forrit með JavaScript. Þannig að þá ætlum við að skoða JavaScript bara sem forritunarmál, af því JavaScript er það líka. Það er forritunarmál sem að eitt og sér er notað í miklu fleiri umhverfum en bara á vefnum, en er upprunalega komið frá því að það var búið til fyrir vefinn. Það heitir JavaScript, en er mjög ólíkt Java, sem þeir eru búin að vera að læra í tölvunarfræði 1, og heitir JavaScript út af því að það var gert á sama tíma og Java var besta og heitasta og flottasta og geggjaðasta forritunarmálið sem ætlaði að sigra heiminn, og fólkin í markaðsdeildinni hjá Netscape, eða hjá Mozilla á þeim tímapunkti Netscape, bara þurfti að hengja sig á eitthvað buzzword, bara eitthvað Java, þetta þarf að vera eitthvað Java, það er geggjað. Og það var valið sem nafn, JavaScript, en er mjög ólíkt. Þannig þó svo ef við kreistum augum á sumum JavaScript kóða og sagt já, þetta getur alveg verið Java, þá er þetta mjög ólíkt forritunarmál. Annað er þýtt, compiled Java, og JavaScript er túlkað eða interpreted, þannig að við erum með túlk, ekki þýðanda. Annað hefur stuðning við klassíska object-oriented forritun, Java, og hitt hefur stuðning við prototype-based object-oriented forritunarpattern sem er allt öðruvísi en getur virkað svona svipað. Og gagnatýpurnar eins og til dæmis tölur og strengir haga sér öðruvísi. Fylki og typing, annað tungumáli er statically typed, Java, við þurfum að skilgreina í breytunum okkar nákvæmlega hvað á að vera inn í þeim. Annað er dynamically typed, JavaScript, þar sem við erum með breytur sem geta haldið utan hvaða gildi sem er og gildin hafa týpu. Nánar þetta eftir. Þannig að við erum hérna með JavaScript kóða og ég setti þetta inn í Visual Studio Code og ég fæ syntax highlighting og ég er hérna með comment, við sjáum að það verður svona grænlita hérna, minnka þetta aðeins og ég get sett kommentin í marga línur og eitthvað svona og getur séð hérna ef ég loka þá fæ ég villur, þá fæ ég svona red squigglies að það eru villur hérna. Ég ætla reyndar að athuga eitt. En ég ætla að slökkva þessu að ég ætla að tala það sérstaklega eftir. En samt sem að fáum við þetta hérna, ef við erum að gera einhverja syntaxvillur, þá fáum við þær merktar í Visual Studio Code. Ok, svo er hérna með eitthvað console log, til þess að skrifa í console, virkar bæði í Vavra og í Node.js. En Vavrin okkar er með JavaScript túlk til þess að túlka JavaScript forrit. En Node sem við settum upp í seinustu viku til þess að setja upp þessa pakkingin npm, það er líka með JavaScript túlk og getur keyrt JavaScript forrit. Þannig ég get farið hérna og ég get open in integrated terminal og þá bara opnar hún nákvæmlega þessa möppu sem ég er í. Þannig ef ég gerir ls þá sé ég hérna strings.js og svo gerir ég node strings.js og þá prentar hann út allt sem er hérna. Þannig að halló heimur aftur, hvernig vegna þetta svona. Já, þetta er með hérna úrfellingakommu, eða single quotes, gæsalöppum, double quotes og svo hérna ef ég vil setja þetta inn þá nota ég svona escape hérna með backslassi til þess að geta skrifað út gæsalöpp inn í streng sem er með gæsalöpp.
Svo get ég sett hérna new line og þá fæ ég þetta hérna. Setjum þetta svona. Og gerum hérna. Þannig við sjáum hérna, þetta hér skrifast út svona og við sjáum það hérna líka. Og hérna, að new line karakter, hérna sem við escapeum við og escapeum svo aftur til þess að geta, þannig að þetta er svona flóknari gerð til þess að gera streng. Og svo erum við með strengi og þeir hafa ákveðnar aðferðir. Þannig getum við sagt hérna foo.length, það skilur okkur lengdin á strengnum. Og við getum concatenatað eða sett saman tvo strengi með því að nota plus og fáum þá út foobar hérna. Svo getum við bara reikna hluti. Þá getum við sett hérna 1 + 1 er eitthvað. En hér erum við síðan að nota template string sem er strengur sem er með backtick og það er hvað option stjarna á íslensku lyklaborði í Mac. En hérna erum við að gera streng sem að getur farið á milli þessara backticka hérna. Þannig að við getum bara gert new line beint hérna. Skiptir ekkert máli hvað er. Ef við gerum þetta svona þá koma bara fleiri new lines hérna á milli. Og hérna erum við með string expression inn í þessu. þar sem við erum í raun að interpolata. Við erum að taka streng og segð og bæta þið saman. Þannig að þetta hérna mun vera reiknað og síðan skrifað út. Þar sem fáum við hérna 1 + 1 eru 2. 10 × 10 eru 100. Ok, þannig að hérna getum við gert þetta ef við værum að forrita bara í JavaScript og værum að nota Node.js. En við ætlum ekki að gera það. En ég get tekið bara þetta hérna líka og farið yfir í Vavra og ég get bara farið hérna og búið til index.html. Náum okkur í eitthvað index.html hérna. Hendum þessu hingað og gerum head og gerum body svona og kallum þetta bara eitthvað dæmi. Ok, svo kveikjum við á live server og þetta er alltaf mikið. Sjá, ég hans taka til hérna hjá mér. Svona. Lokum þessu og svona. Og núna opna ég þess að hérna inspect eða command option I eða view og gerum hérna til að opna þetta og setjum það svona fyrir neðan, stekkum hann hérna, förum í console og hérna er ég með JavaScript tólk. Þannig ég get gert 1 + 1 eru 2. Ég get líka farið hérna og keyrt þetta og fengið niðurstöðunar. Þannig þarna er bara að senda þessar JavaScript skipanir eina segð og fá tilbaka einhverja niðurstöðu frá tólknum. Og ef ég geri 1 + a þá fæ ég villu, af því að a er ekki skilgreint. En ég get líka skilgreint breytuna a sem 1 og sagt 1 + a. Þá er það 2, af því að breytan a inniheldur töluna 1. En nú komum við að því sem er tiltölulega skrítið við JavaScript, er að JavaScript er svona dynamically typed, eins og ég sagði áðan. Þannig að þessi hérna breyta, hún er ekki núna að tala. Hún er ekki eitthvað að ég verð að vera að tala. Ég get alveg sagt bara a er halló. Það verður samt að vera rétt skilgreindur strengur. Og þá er a, ég get sagt hérna a er halló. Og svo get ég sagt a + 1. Og þá fæ ég halló 1. Þannig að JavaScript reynir líka að vera svona type safe, að þú veist, ég geti blanda saman öllum típum sem eru í boði. Og það er vel skilgreind reiknir þetta bak við þetta, en
það getur verið skrítið. Þannig að þú veist, við getum sagt líka a mínus 1. Þá fæ ég nan. Veitu hvað nan stendur fyrir? Nan. Not a number. Þannig að þetta er að segja, ég reyndi að framkvæma einhver aðgerð sem átti að vera enda í tölu, en ég gat það ekki. Þetta er ekki tala. En ég geti hins vegar sagt 1 plus a. Og þá segir hún, heyrðu, þetta er strengur hérna hægra megin, þá hlýt ég að skila streng. Og svo get ég sagt 1 plus strengurinn 1 og ég fæ 11, en 1 plus 2 mínus 1, strengurinn 1 er 1 og strengurinn 2 er 0. Þannig að þarna er verið að taka og breyta strengnum yfir eitthvað og segja svona veit ekki alveg hvað þú ert að gera en ég held að þetta sé það sem þú ert að reyna. Og það er ofta ekki gott í forritun að fá svona eitthvað svona skrýtna hegðun. Þannig að það eru, þú veist, þetta er mjög ólíkt því að reyna að gera. Ef við reynið að fá þetta fram í Java, þá mun túlkurinn, þýðandinn, hann mun aldrei leyfa ykkur að kompæla forritið sem segir eitthvað strengur mínus tala. Það bara má ekki. Það er bara villa við það að reyna að túlka forritið yfir í bitakóða sem er síðan keyrður. Þannig að það er ekki þetta þýðingaskref þarna á milli. Þetta er bara túlkað leið og við keyrum þetta. Við erum sem sagt aðalega að vinna með tölur og strengi og það er bara ein tegund af strengjum og það er bara ein tegund af tölum. Þannig að það er engin greinamunur gerður á 1,1 eða 2, sem sagt heiltölu eða brotatölu eða sem sagt, já. Sem þýðir það líka að tölur eru túlkaðar og geymdar í minni á annan hátt en í forritunarmálum sem gera greinamun á heiltölum og ekki heiltölum. Þess að integer og float og integer og double. Að ég get sagt hérna 0,1 plus 0,2 og ég fæ 0,30004. Og þetta er bara út af því að formið sem að talan er geymd á býður upp ekki nógu mikla nákvæmni til þess að geta geymt þetta án þess að vera með hérna. Þetta er svona IEEE eitthvað leið til þess að geyma. Þú veist, fyrstu x-bitarnir eru í töluna, eða fyrsti bitin er í hvort þessi mínustala eða ekki, svo kemur einhver talar í heiltölupartinn, svo kemur einhverjur bitar í rauntölupartinn eða brotið. Það er bara ekki nógu mikið nákvæmni til þess að geta gert þetta. Þannig að maður getur lent í vandræðum þegar maður leggja saman brot í JavaScript. Þetta eru svona helstu hlutin sem getur lent í og eru svona öðruvísi og þetta verður oft svona bara eitthvað JavaScript er ekki alveg forritunarmál. En þú veist, það skiptir ekki máli þegar JavaScript er langmest notaða forritunarmálið í heiminum og langflest tæki í heiminum sem keyra JavaScript. Allir vafrar eru með JavaScript túlk og öll sjónvörp í dag eru með JavaScript túlk af því að öll sjónvörp eru með vafra. Þannig að þetta er bara útbreiddasta leiðin til þess að læra eitthvað forritunarmál sem er mestu útbreiðsluna. Java reyndi þetta, tókst ekki. JavaScript, litla kiddie script languageið sem að fólk dissaði hérna í mörg ár. Það er bara að éta heiminn. En allar þessir vankantar og þetta sem við erum hérna þú veist, með því að nota bara ákveðin tól, nota ákveðnar leiðir, þú veist, þá losnum við þetta. Og það helsta sem er þegar við erum að bera eitthvað saman að, ég ætla að segja hérna, 1 jafnt og 1 er true, 1 jafnt og 1 er líka true, 1 strengurinn jafnt og 1 er true, en jafnt og er það false. Þannig að ef við notum 3 samansæmerki þegar við erum að bera saman týpur, þá byrjar JavaScript á því að passa upp á að týpurnar séu í raun og veru af sömu gerð. Það er að segja að við sem ekki að bera saman streng og number, og við sem að bera saman number og number eða string og string. Ok. Þetta er fínt þetta í bili. Ég mun síðan bara svona aðeins tala þetta hérna í svona meðfram, en aftur minni ég á hérna að það eru í námsefninu frá því seinustu viku sem þetta er, það er fyrirlestur þar sem ég fer mun dýpra í þetta og fer yfir líka hina týpurnar og þar erum við með null
sem getur verið með hérna null og undefined og false og true. False og true eru bara boolean gildi, þau eru bara annarkvort false eða true. Og svo erum við með tölur, en við getum líka verið með 100n sem hérna, ef að n er fyrir aftan tölu þá er hún big integer, því að hún getur haldið miklu stærri heiltölum sem að þarf fyrir hérna ýmsa útreikninga. Og já, svo erum við með symbol líka sem er hérna leið til að búa til svona merki sem er alltaf eins og alltaf nákvæmlega það sem ég bjó til hérna sem að þarf stundum að nota. En þetta eru þessar grunntýpur sem eru til staðar í JavaScript og eru hérna í þessu og hérna nánar þetta allt saman. Hérna er það sem nan, svo erum við með þetta á, eins og á number hlutnum sem er síðan partur af námsefni vikunar núna í vikunni, að það er hluti, að þá getum við spurt hvort að eitthvað sé nan eða ekki. Og það þurfum við til dæmis ef við ætlum að fara að reikna eitthvað og við þurfum að komast að því hvort einhver niðurstaða sé í raun og veru tala eða hvort þetta niðurstaðan okkar hafi einhvern veginn farið í köku, þá getum við spurt er þetta tala eða er þetta ekki tala? Er þetta tala sem er ekki tala? Svo eru alls konar aðrir hlutir hérna, til dæmis eins og að taka streng og kasta honum yfir í tölu, taka streng og breyta honum yfir í hérna heiltölu með broti, boolean sem við notum síðan í flæðistýringum og virkjar. Seinasta sem er hérna, sem við tala núna áður en við tökum okkur smá pásu aftur, eru truthy og falsy gildi, sem er út af þessu type coercion sem er ástæðan fyrir því að við getum lagt saman strengin 1 og töluna 1. Að það er verið að coerca týpurnar, það er verið að neyða þær til þess að virka saman. Að út af þessu þá getum við fengið gildi sem hagar sér eins og boolean false eða boolean true. Og þessi gildi eru kölluð truthy og falsy. Og falsy gildi er bara í raun og veru false boolean gildið, talan 0, tómi strengurinn, null, undefined og nan. Öll þessi gildi haga sér eins og false. Öll önnur gildi haga sér eins og þau séu true. Það þýðir að þegar við fyrir að skoða flæðistýringar, þú veist með if, að við getum sagt if einhver strengur og ef að strengurinn, svo lengi sem hann er ekki tómi strengurinn, þá gerist eitthvað. Svo lengi sem að talan er stærri en 0, þá gerist eitthvað. Þú veist, þá förum við inn í þá flæðistýringu. Þannig að truthy og falsy. Það er bara hérna, muna þetta. Ef þið getið lagt þennan lista á minnið hérna, þá eru þið golden með þetta, af því að allt er truthy sem er ekki eitthvað af þessum hérna 6 gildum segir. Já, svo er svo sem ekkert meira hérna, nema bara eitthvað sem mun koma upp hugsanlega í einhverjum sýnilausnum hjá mér eða ég mun fjalla sérstaklega það eða þið getið skoða þarna. Einhverjar spurningar? Herru, tökum okkur nokkra mínútur í pásu, byrjum aftur svona 16:40.